Ég ætla nú að byrja bara að þakka fyrir að vera með ykkur hér í dag og mig langar að taka undir orðin Margrét að sagan okkur mikilvæg og að þekkja hana mjög mikilvægt og það að einhver upplifi eins og ég kalla kveikjur við nýtt áfall. Það svo ofboðslega bara mannlegt og skiljanlegt og líka, jafnvel þótt þú sért búin að vinna úr áfalli þá gerist það samt. Og fyrir þá sem ekki eru búin að vinna úr áfalli, áfallareynslu sinni, þá það þannig að það getur ýtt af stað eða hrint af stað gríðarlega flóknu ferli og viðkomandi upplifir þetta nýja áfall eins og áfalli sem gerist fyrir 20 árum eða 40 árum sé að gerast hér og nú. Og það ekki efni fyrirlesturs í dag en svo sannarlega verið þetta eða góðum tíma í. En það sem ég langar að segja, þegar þessi flóð að gerast, eins og maður segir kannski gamla daga, ég meina man ennþá eftir þessum tíma en þetta langt síðan, þá voru þessi fræði sem við erum að vinna eftir í dag ekki til. Við vissum ekki það sem við vitum í dag. Og þegar við erum að hanna, ég sem sagt búin að vera, ég kem heim 2006 frá námi í Bandaríkjunum, þar sem ég var svo lánsum að kynnast og fá ítarlega þjálfun í alls konar fræðum tengt áfallahjálpinni, áfallaafleiðingum og svo framvegis. Og við vorum nýbúin að gangi í gegnum Katrína, þeir kannski þekkið fellibylina sem settu stór svæði í Bandaríkjunum á hliðina. Og ég var bara lánsum að vera á þeim tíma þar sem að þurfti massa viðbragð og fæ þekkingu þar og kem heim á Landspítalann, sem starfa þar, búin að starfa þar bráðum í 20 ár, tíminn líður svo rætt, og kynnist þar Jóhanni Thoroddsenni og Margréti Blöndal og Rúdolfi og fullt af frábæru fólki sem hafði verið að vinna í þessum bransa í töluverðan tíma, en það var ekki komið almennilegt kerfi utanum okkar viðbragð, en það var í mótun. Og þegar við erum síðan að pröfukeyra í fyrsta skipti viðbragðsáætlun, þá það 2008, bara setja þetta í samhengi fyrir ykkur. Það ekki fyrir 2008 sem við erum að pröfukeyra fyrstu útgáfinni af því kerfi sem við erum að vinna eftir í dag. Og þá var einmitt þetta, félagsþjónustan, kemur í fyrsta skipti inn á blað sem eining sem skiptir máli. Og það var út af reynslunni, út af þekkingunni sem hafði vaxið á Íslandi og byggst upp yfir árin og líka náttúrulega bara fræðin voru að segja okkur það að þverfaglegt, víðtækt inngrip skipti máli og rannsóknir sem voru að gerða hér á Íslandi voru líka sína að allt samfélagi þyrfti að róa í sömu átt. Þannig mér svo gott að við erum að tala söguna, við erum að rifja upp söguna, við erum að rifja upp hvað var brotið og hvernig það hefur verið lagað, en líka vera auðmjúk í því að það ekki búið að laga allt. Og það ekki búið að mæta öllum þörfum, þannig að við verum líka að vera að hjálpast að því að þeir sem að gera lögin og gera sér alls konar flotta hluti, þeir eru pottþétt með blinda bletti. Þeir sjá ekki allt, þannig að taka undir að það mikilvægt að gefa endurgjöf á lögin og hjálpum stað. Og mér svo gott eins og tilkynntir okkur með nýju samstarfssamningin að þar búið að setja niður í hnotskurn samstarfið en líka gangast við því að það svo margt sem á ekki heima inn í því samstarfi, hitt þarf að vera lifandi, við þurfum stöðugt að vera bæta og breyta. En nú ætlum ég að hoppa inn í, þetta var svona, ég að nota mér mækin til þess að fá að tala, og skipta gír og fara að tala við ykkur eiginlega okkur hjálparana. Ég nota stundum hjálparar til þess að lýsa því við erum yfirleitt þverfaglegur stór hópur úr 1.000.000 og með ólík hlutverk en þegar við erum að huga þeim sem leiða og þeir sem taka þátt í viðbragði þá þetta yfirleitt fjölbreyttur hópur og vaxandi þekking og það hefur kannski aldrei verið jafn áberandi og í dag þar sem útbreiðsla umræðan það að komast í þrot aldrei verið jafn margir í endurhæfingu hjá virk, fagfólk sem bara að klára batterið og langt umfram það og við að reyna að vinna sér tilbaka
Og þess vegna svo mikilvægt fyrir okkur að byrja virkilega að stíga það skref að inn í áfallafræðunum, sem sagt, viðbragðinu sé líka hugað að okkur fagfólkinu með bæði að bregðast við en líka í forvarnargildi. Og það það sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag og ég ætla að byrja samt á því að byrja ykkur að fara inn í smá hugleiðingu og bara að gefa ykkur 2-3 mínútur í að hugleiða hvað gerir það að verkum að þið eruð í þessu hlutverki sem þið eruð í dag, að vinna með þolendum áfalla eða fólk sem að lenda í þungbærri lífsreynslu og eins líka hverjar eru væntingar ykkar til ykkar sjálfra, til þolenda, til samfélagsins þegar þið eruð í þessari vinnu. Bara tökum 2-3 mínútur í þetta. Þetta svona það sem ég ætla að biðja ykkur síðan að taka með ykkur inn í þegar ég held áfram að tala. Allir komin með eitthvað í huga? Að því það getur verið svo margt sem gerir það verkum að við veljum að hvort sem það sjálfboðavinna eða launuð störf, það ekki aðalmálið, heldur meira að velja að stíga inn í þetta. Að því munið það fullt af fólki sem velur ekki, að gera það ekki, en samt sem áður hluta viðbragð þegar á reynir. En það rannsóknir og reynsla sýnir það að vinna með áföll í einhverju mynd krefjandi, hvort sem að þátttaka okkar bein eða óbein og þegar maður að vinna sagt, við að hjálpa öðrum sem að upplifa mjög þungbæra lífsreynslu þá það þannig að í flestum tilfellum eða rannsóknir sýna það þegar fólk horfir tilbaka þá gerðu þær ekki grein fyrir hversu mikil áhrif sú vinna myndi hafa á sig eða manneskjuna sjálfa í starfi. Og ég ætla bara að segja að þið fáið glærurnar, bara svo þið vitið það, þið fáið allt saman, þannig að þau ekki hafa áhyggjur af því. En það sjálfgeft sem sagt að við gerum okkur grein fyrir því fyllilega hvað það sem og hvernig áhrifin geta verið. Við vitum að í starfinu felur í sér gjarnan að heyra frásagnir fólks af oft hræðilegum atburðum, oft í miklum smáatriðum, þannig að þar fáum við óbeint áfall til okkar líka inn í okkar reynsluheim. Áföllin gera okkur meðvitaðri hættur heimsins. Bara það að sitja hérna í dag og hlusta á fyrirlestrana gerir það verkum að við erum bara, ef við vorum fókusur á eina tegund af áfalli, þá búið að víkka sjóndeildarhringinn mjög mikið. Og það mjög mikið og gaman að sjá að seglu uppbygging það minn okkur á að já, það fullt af hræðilegum hættum en akkurat núna í þessu mómenti ég örugg og mjög líklegt að ég verði það því ég keyri heim. Auðvitað getur eitthvað komið fyrir en þetta að minna sig á hvað öryggi snýst að hætturnar eru endalausar, þú veist, bara í tilverunni og á sama tíma þurfum við stöðugt að vera að tengja okkur við hvar við getum sótt öryggiskenndina. En þessar tilfinningar sem þegar við erum að tala við fólk eða við erum að fá beint eða óbeint áhrif eða atburðarásir sem sagt í okkar reynsluheim að þá eru mjög sterkar og þungar tilfinningar sem fylgja því og þetta verður sameiginlega áfallareynsla. Þótt að við sjálf séum ekki að verða fyrir henni beint þá það gjarnan óbeint þannig. En síðan oft margir sem að bregðast við og gera sitt allra besta lendi í því að vera hakkaður í spað af mikilli dómhörku af einhverjum sem að gangi í gegnum mjög erfiða lífsreynslu eða í breiðar samhengi nú á samfélagsmiðlum eða bara í öðru formati. Þannig að það rosalega margt við starfið sem getur verið mjög krefjandi. Og þess vegna gott fyrir okkur að hafa í huga hvernig birtist þetta hjá mér og hvað að hafa áhrif, hvað það sem að situr í mér eða að valda mér áskorunum. Því að flest okkar sem verður fyrir þessu álagi og þessu langvarandi strætu náum að díla við hana, ekki með því að stinga höfðun í sandinn, heldur erum við með virk bjargráð sem við notum til að takast á við aðstæðunar. En við getum öll lent í því að slasast einhvern veginn og þegar ég segi slasast á mjög frjálslegan hátt, að meiðast einhvern veginn út af starfinu og það getur verið líkamlega en það getur líka verið tilfinningalega.
Það er að segja sálrænt eða líðan okkar getur orðið fyrir áhrifum og ef að við grípum ekki inn í að þá getur það haft langtíma áhrif og brotið niður. Við vitum líka út frá rannsóknum að þeir sem eru í þessu hlutverki að hjálpa eru minna líklegir til þess að sækja sér hjálp, sem mjög merkilegt. Og viðbragðsaðilar og aðrir starfsmenn sem að vinna með þolendum eru gjarnan með fókusinn á annað heldur en það að passa upp á sjálfa sig. Og þess vegna vitum við í dag og fræðin eru alltaf að styrkjast þarna að við þurfum að setja kastalan líka á þetta. Af því að það eru til árangursríkar leiðir og ég ætla að fara að fjalla það með ykkur núna og þegar þörf á ef að meiðslin verða alvarleg að þá eru til meðferðir alveg eins fyrir okkur og fyrir þá aðra sem verða fyrir áföllum. Og mér langar þetta nefnilega svo tvíeggis það að við erum með þessi grunngildi og hugsjónir sem að færa okkur inn í starfið og nú vísa ég í það sem þið voru að hugleiða þarna í fyrstu hugleiðingunni hjá mér að við erum einhver grunngildi sem gera það verkum að við viljum vera í þessu hlutverki og við teljum það vera eitthvað sem við erum tilbúin til að eyða orku okkar í og tíma en það hefur kosti og galla. Það sem kannski okkar helsti styrkleiki eins og til dæmis hérna að setja velferð annarra ofan okkar eigin eða að skuldbunda okkur í að vera í ákveðnu hlutverki þar sem við erum að hjálpa öðrum, hefur líka skuggahliðar. Og það til dæmis að ef við upplifum heilsufarsvanda eða áskoranir, andlegar eða líkamlega, þá erum við líklegri til þess að ekki hlusta á það og leita okkur aðstoðar. Og við getum lent í því að fá djúpstæða sektarkennd eða eftirsjá eða erfiðleika við bara að sleppa fortíðinni eða því sem okkur fannst við hefðum átt að geta gert betur. Og þetta bara 2 dæmi og ég setti hérna fleiri fyrir ykkur til að hugleiða. Þannig að þetta svona kannski kjarnin í því, þetta og fleiri hlutir sem tengdir þessu eru kjarnin í því að það mikilvægt fyrir okkur að staldra við og hugsa hvernig getum við passað upp á okkur, hvað getum við gert? Og ég ætla að kynna fyrir ykkur mótil en áður en við gerum það, þá langar mig að biðja ykkur núna að skrifa niður, hvort sem þið gerir það í síman eða á blað, 5 atriði sem hjálpar ykkur að takast á við erfiða tíma eða erfiðleika. Bara hvað go-to bjargráðið ykkar sem þið grípið í og það má vera hvað sem bara það sem ykkur dettur í hug, sem þið noti í daglegu lífi. Allir komni með eitthvað á blað. Geymið þetta þá bara með ykkur. Við speglum þetta aðeins og eftir aftur. Og ef ykkur dettur eitthvað í hug og munið eftir einhverju, þá endilega bætið á listan ykkar. En það sem ég ætla að gera núna, skipta aðeins gír og fara að tala það sem við höfum gefið nafnið streitu skyndihjálp. Stress First Aid enska heitið. Og við erum svona, þegar við erum að pröfukeyra íslenskar þýðingar og ýmsum orðum með ykkur í dag og bara dásamlegt að fá að gera. Þetta prógram eða stuðningsefni sem sérstaklega hannað fyrir fólk sem í verkefnum eins og við öll erum í. Þetta hannað og búið að pröfukeyra margsinnis. Allt frá viðbragðsaðilum, slökkviliðsmönnum eða fólki, viðbragðsaðilum í jarðskjálftum og alls konar hamförum eða stór viðburðum sem hafa gerst víða heim. Og við upp á spítala Landspítala erum núna að taka upp þetta prógram fyrir starfsfólkið okkar en okkur í samráði við Elfu og Maríu og fleiri í samráðshópnum töldum það eiga erindi inn í þennan hóp og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því. Þetta er prógram sem byggt á gagnrýndum aðferðum sem eins og ég segi fyrir fólk eins og okkur sem að starfa við að hjálpa öðrum við þungbæra lífsreynslu og þetta veitir ákveðin ramma sem
hefur kannski bæði forvarnargildi en líka hægt að nota þegar stórar afleiðingar eru að gerast fyrir okkur fagfólkið eða þá sem að hjálparana. Þetta mjög hagnýtt og praktískt og hugsa þannig að þetta rammi sem leiðbeinandi hvað við getum gert og nýtt og þetta hugsað sem ekki auka álag eða flókið, heldur mjög einfalt í framkvæmd og snýst meir hugarfarsbreytingu heldur nokkuð annað. Og meðvitund, að vera meðvitaður mikilvægi þess að vera með streitu skyndihjálpara verkfæri eða streitu stuðning í daglegu lífi og daglegu starfi. Og það eru þrjú lykil hugtök í þessu. Fyrst það streituvíddin, og ég ætla að fara ítarlega í hvert og eitt. Og streituvíddin notuð sem tæki til þess að miðla og meta streitustig. Og þetta byggir á bara þessu lögmálu gult, grænt, rautt, nema það bætt við þetta appelsínugulu inn til þess að svona aðeins auka víddina. Og passar rosalega vel á okkar mati inn í bara hvernig við tölum stigmögnun á áskorunum með vandamálum með erfiðleikum sem við gætum verið að gangi í gegnum. Svo það þetta, hvað eru streitumeiðsli? Þú veist, allir þekkja streitur hluta daglegu lífi, en hvenær erum við að tala streitumeiðsli sem þarf að hlúa sérstaklega að? Og síðan það streituskyndihjálpin, þar að segja módel sem hjálpar okkur að bregðast við streitu á ólíkum stigum. Jafnvel þegar bara allt gengur vel og í blóma, hvað eigum við vera að gera þá, yfir í þegar hlutirnir við erum komið með alvarleg streitumeiðsli og þurfum að bregðast við þeim. Og þetta hugsað sem jafningjamódel þar sem að við öll getum stutt hvort annað í. Það rík áhersla á annars vegar að við erum að hjálpa okkur sjálfum í gegnum þennan ramma, en líka við erum að hjálpast að. Því oft þegar maður komin í hástreitu ástand sjálfur, þá maður búin að missa sjónar á því hvað maður þarf. Það mjög algengt. Og þá rosalega gott að vera með einhvern jafningja sem við treystum og erum búin að byggja upp samband við að viðkomandi hnippi í okkur. Þannig að þetta þessi þrjú lykilhugtök og ef við byrjum á streituvíddinni þá það þetta græna, gula, appelsínugula og rauða. Og streituvíddin, þessi litakóði eins og ég sagði áðan, þetta sem við þekkjum öll. Það þekkja allir umferðarljósin, við lærum það bara mjög snemma á lífsleiðinni, en það sem sagt, á bak við hvern lit ákveðnir hlutir sem gott að hafa í huga. Það annars vegar þetta með að græna svæðið þar sem við erum náttúrulega alltaf svolítið að leitast við að rækta græna svæðið. Það að segja að þegar hlutirnir eru bara í sæmilegu jafnvægi, græna svæðið táknar það þegar okkar eigin resursar og kröfur, ytri kröfur og innri kröfur, reynda bara kröfur, eru í jafnvægi. Það að segja þá við erum að ráða við aðstæðna. Það alveg streita, en hún í jafnvægi, við erum að ráða við aðstæðna þokkalega. En streita, hún sveiflast, hún getur verið mikil og lítil og þegar við erum komin inn á gula og appelsínugula svæði, það hluti af daglegu lífi og má nánast fullyrða að meðal vinnuvikur þá eru flestir dagar með einhvers konar streitu sem kallar á að við þurfum svona að vera meðvituð að takast á við það. Og gula og rauða í raun og veru þessi viðbragðssvæði sem eru hluti af bara daglegu streitu stigi okkar. Gula, það svolítið hægt að nota kannski líkinguna, gula viðbragðið þetta sem við erum að sveiflast inn á og í draumastöðu náum við síðan að bregðast við með bjargráðum sem hjálpar okkur að vera oftar á græna svæðinu. Þegar við erum komin meira inn á appelsínugulu vidduna, þá það vísbending að það meira í gangi, álagið meira og jafnvel við erum að fara að komast í hættu á að vera með streitumeiðsli. Þannig að það svolítið þetta hvað aðgreinir þessi tvö svæði. Þannig að grænt og gult svona þetta daglega lífið. Þegar við erum komin inn á appelsínugula þá erum við gjarnan komin í alvarlegri stöðu. Þegar við erum komin inn á rauða svæði þá erum við yfirleitt komin í veikindi. Eða það þarf einhvers konar meiri háttar ytri aðstoð eða meiri aðstoð allavega
til þess að hjálpa okkur að komast tilbaka. Og þetta módel, eins og þið sjáu, það skilgreining á hverju stigi fyrir sig og svo hérna svona aðeins verið að hjálpa okkur með því að skilgreina einkenni. Streitumeiðsli, nú verður ekki að fara áfram hérna hjá mér, þarna kom þetta. Streitumeiðsli eru hins vegar þegar þetta álag orðið annarkvort meira viðvarandi og alvarlegra og það eru margar tegundir af uppruna. Ég ætla að fara aðeins í þá eftir. Þetta yfirleitt talað meira, við erum komin í meira heldur bara að vera, við erum komin svona inn í kulnun og jafnvel farin að dansa lengra. Þetta aðeins öðruvísi hugsa hér, þegar við tölum kulnun, þá erum við yfirleitt íslenska, þetta svona svolítið sem ég var að átta mig á, þegar ég að vinna þetta efni að þetta appelsínugulu hjá okkur stundum við skilgreinum kulnun yfirleitt þegar fólk komið á rauða, það dottið út. Í þessu kerfi þá yfirleitt verið að þú ert ennþá í starfi, þú ert ekki komin í þessi endanlegu þrot og dottin út. Þannig að maður þarf svolítið að hafa í huga að þetta ekki svona millimetra nákvæmt kerfi, heldur þetta svona meira þessi rammi. En meiðslin eru orðin sem sagt meiri og ég hugsa stundum líkinguna, þetta að vera á gulu, þá erum við komin svona með kannski, við erum tognuð í fætunum, við finnum fyrir, við þurfum að vera með sárabund af fætunum, þurfum jafnvel kannski að setja fótinn upp, reglulega yfir daginn, hlúa vel að okkur, en þegar við erum komin inn á appelsínugula, þá erum við fótbrotin. Þá þurfum við gifsið og hækjurnar, við þurfum stærra, við þurfum meira til þess að mæta okkur í einhverju formi. En þegar við erum komin í rauða, þá er það komið ennþá lengra. Þannig að það að hugsa þetta og svo getur maður leikið sér að staðsetja þetta hvernig sem en þetta svona kjarnin. Þegar við erum komin í appelsínu þá þetta orðið alvarlegri meiðsli og hlutirnir við erum komin með skerta vinnugetu, við erum ekki geta fungerað eins vel, við erum að upplifa hlutirnir, ég ekki alveg eins og ég á að mér að vera og jafnvel komið sektarkennd eða skömm eða upplifa einhvern veginn ég ekki að valda starfinu mínu eins og ég vön að gera. Og það eru gjarnan svona þetta flokkað í 4 tegundir af streitumeiðslum og fyrsta þetta slit, það svona wear and tear og þannig erum við að tala þreytumeiðsli sem eru uppsöfnuð gjarnan yfir lengri tíma og við erum ekki að fá næga hvíld inn á milli og það bara hleður endalaust ofan á og við náum aldrei þessum recovery tíma. Næsti þetta lífsógn, það að segja eitthvað sem gerist í hlutverki okkar sem gerir það verkum að við erum að upplifa áfall og það við erum berskjöldu gagnvart einhverju sem gerist og við upplifum áfall, beint eða óbeint munið. Það getur alltaf verið eitthvað sem við sjáum, til dæmis manneskja sem vinnur á vettvangi fyrir á vettvang og aðkoma að sjálfsvígi og það mjög svona blóðugt og hrikaleg aðkoma eða slys, bílslys, rútuslys og margir slasaðir. Það getur verið einhver svona atburður. Eða það getur verið eitthvað sem við lendum í sem meira beint tengt okkur sjálfum. Síðan það missi og það þegar við erum að upplifa sorg út af einhverju sem gerist og það getur verið út af einhverjum raunverulegum missi, tengt einhverju mannesku, en það getur líka verið tengt annarkvort okkar getur til þess að fungera eða einhver annar í kringum okkur, það einhverja breytingar, það eitthvað sem gerist. Þannig að þetta ekki bara bundið við það að missirinn manneskja eða eitthvað sem tengist andláti. Heldur það breiðara skilgreint í þessu samhengi. En síðan það sem kallað moral injury eða siðferðislegur ágreiningur innra með okkur. Og þetta þegar meiðslin eru út af því að við annarkvort hegðum okkur eða verðum vitni að hegðum, tökum þátt í beint eða óbeint, einhverju sem gerist sem að brýtur gegn okkar eigin siðferðislegum gildum. Og það getur verið bara það að ramminn sem settur utan það sem þá þjónustu sem við að veita bara svo langt frá því sem við teljum æskilegt að það að brjóta gegn einhverju eða þegar við náum ekki að hegða okkur í takt við eigin gildi, gerum eitthvað eða gerum ekki eitthvað sem okkur finnst skipta gríðarlega miklu máli og
það brýtur einhvern veginn í gegn okkar gildum. Og dæmi einkenni sem einstaklingur finnur fyrir sjálfur þegar hann á appelsínu gula svæðinu eru þetta að finna fyrir dofa eða aftengingu, upplifir stuttan þráð eða pirring, reiður yfir hlutum, tilfinningarnar í svona öfgakenndari viðbragði heldur manni finnst svona að vera meðaltalið, eiga erfitt með að róa sig, slaka á, hvíla sig og virknin ekki á góðum stað. Maður finnur það. En það sem aðrir myndu taka eftir í svona aðstæðum væri til dæmis þetta að viðkomandi heldur sér til hlés, hann ekki að tjá sig, ekki að tala, hann að einangra sig og viðbröðin við einhver sem sagt eða gert eru öfgakennd reiðiköst eða pirringur, mikil neikvæðni eða niðurríf, gagnrýni, baktal, eitthvað svona neikvætt í samskiptum. Og svo getur það verið aukin drykkja eða notkun einhvers konar róandi efna eða gera mistök í starfi. Og þetta svona það sem maður myndum sjá á mannesku sem að upplifa streitumeiðsli. Að því muniði, módelið byggir bæði á því að við berum kennslu á hvað í gangi hjá okkur sjálfum, en líka hvað að gerast hjá okkur samstarfsfólki, eða fólki sem við erum að vinna með. Og nú heyrið að ég að nota vinnu og samstarfsfólki, ég að nota þetta bara mjög frjálslega. Þannig ég hvet ykkur til þess að taka þetta bara á þær aðstöður sem þið að vinna í. En hvað þá streituskyndihjálp? Það sveigjanlegt ferli sem að felur í sig mörg skref sem að við getum borið kennslu og skilgreind hver eru og þau leggja áherslu á að við erum að reyna að meta mögulega streitu hættu eða streitumeiðsli og bregðast við eins snemma og við mögulega getum. Þannig að það kemur inn þetta innbyggða forvarnargildi en líka þegar eitthvað gerist þá erum við að bregðast hratt við eins og þetta hægt og þetta ætlað einstaklingum og teymum eða einingum, starfseiningum með það markmið að vernda eigin heilsu, hlúa velinn og byggja upp frekar heldur en og koma í veg fyrir langtíma skaða. Og það svolítið kannski mikilvægt það sem gerir þetta frábrugðið mörgum öðrum svona prógrumum eða römmum utanum þessa vinnu að það ekki áhersla á hvernig þú gerir hlutina eða nákvæmlega hvað þú gerir til að hjálpa þér að vinna með streituna, heldur bara það að hún mikilvæg og jafningjastuðningur mikilvægur. Þannig það snýst að vera meðvitaður að streita getur haft mjög alvarleg og skaðleg áhrif ef við erum ekki að beina athyglinni að henni og bregðast við henni fyrir okkur sjálf og aðra og jafningjastuðningurinn leggur þessa áherslu á að við erum saman í þessu. Þannig að mér finnst þetta prógram passa rosalega vel við þann anda sem við höfum sett í sálfélagslega stuðningin hér á Íslandi. Og það var það sem enda margt af því sem gerum byggt á þessum sama efni, það bara búið að útfæra það fyrir fleiri eins og núna fyrir okkur. Þannig að þetta snýst það 5 þættir sem ég ætla að tala við ykkur núna. Allir þessi 5 þættir eru hugsaðir þannig að við getum tekið á og notað á skapandi hátt og einstaklingsmiðað á fyrir okkur. Og þetta snýst líka það að muna að bara það að planta örlitlum breytingum með örlítilli tengingu skiptir máli vegna þess að síðan byggjum við ofan á það. Þannig ég hugsa stundum í íslenska málinu passa svolítið við réttum litla putta og erum tilbúin til þess að rétta alla hendina. Við erum bara að ná smá tökum á hlutunum og svo hægt og rólega byggjum við ofan á það. Þannig að þetta ekki eitthvað svona allt ekkert eða eitthvað svona öfgakennt, þetta svona við byggjum þetta upp, þannig að streituskyndihjálpin byggist upp hægt og rólega eins og verkfæri sem að við byggjum upp yfir langan tíma. Og það sem að þessi flotti hópur gerði sem hannaði þetta var að þeir vildu, þetta gagnrýnt úrræði, það að segja gagnrýnt módel sem felur í sér það að þau gerðu gríðarlega umfangsmikið review eða
litu á bara fræðilegan grunn hvað hjálpar fólki, hvað hafa rannsóknir sýnt að hjálpar fólki sem að takast á við streitu. Og þeir báru kennsl á 5 lykilþætti sem að skipta máli í bataferli eftir áföll og alvarlega streitu eða streitu yfir höfuð. Og það þetta, öryggi fyrsti þátturinn, ró, að tengjast, trúa eigin getu og von. Það þessi 5 þættir. Síðan tóku þið þetta þætt og það þessi grein, ég skal bara hafa hana með í sendi ykkur gögnin, að þessi 5 þættir tókuðu og þýddu yfir í streitu skyndihjálpar módelið. Og þið sjáu þarna öryggi, sko, og þeir vildu búa til svona módel og hjá þeim það 7C. Öll orðin byrja á C og þá það listin hvernig gerum við það. Þannig að núna verður gaman að heyra frá ykkur hvernig ykkur líst á þetta. Kannski meira þið eru búin að fá að melta þetta. En við byggum til módel byggt á 7 T 7 og það þetta að taka stöðuna, tengja við úrræðin og ég ætla að segja ykkur frá þessu, tryggja skjól, tefra tengsl, trúa eigin getu og traust og von. Og það þetta, sem þeir byggu til þetta módel og módelið byggir á fyrst alltaf í grunninn það þetta að það svona 3 grundvallarþættir að við erum alltaf að æfa okkur því að taka eftir og við erum með það hugafar að við bregðumst við og við þekkjum úrræði. Það þetta taka eftir, hvernig líður mér, hvað í gangi hjá mér og samstarfsfólkinu mínu. Þannig að við erum að opna augun okkur fyrir því, við erum að bregðast við einsetjum okkur það hugarfar að við ætlum ekki að hugsa, heyrðu, hún Sigga hérna, hún á svolítið bágt, ég sé, hún er ekki, það eitthvað í gangi hjá henni og svo fer ég bara og fæ mér kaffi og fer hún á skrifstofu og ger ekki neitt eða ef við erum á vettvangi, við tökum eftir kannski útkall, viðkomandi í einhverju þjáningu en við segjum ekkert eða gerum ekkert. Heldur erum við að einsetja okkur það að heyrðu, ég ætla að bregðast við, ég ætla að spyrja en við ætlum að gera það á þann hátt að það vænlegt til árangurs. Þannig að við ætlum að taka eftir og við ætlum að gera eitthvað í því og síðan það þetta að einsetja okkur það að þekkja minnst okkur einhver 2 hjálpleg úrræði. Og það getur verið rosalega ólíkt hvað það þýðir í ólíkum aðstæðum. En þetta bara í staðin fyrir að segja við þurfum að þekkja úrræðin, þá það bara einsetja sér að þekkja eitthvað tvennt. Skilji, þetta svo viðráðanlegt leið að maður síður þetta saman í það. En módelið sett upp á myndrænan hátt og sem að byggir á þessum litakóða sem búið að setja inn og aðal fókusin að við erum alltaf að litakóðin að segja okkur eitthvað. Þannig við erum, og ég búin að vera að prófa mig svolítið áfram og svona og fólki í kringum mig að æfa mig að nota bara litakóðan. Bara, já, heyrðu, ég í grænu í dag, vá, heyrðu, ég komin á appelsínugult, ég þarf eitthvað aðeins og að skoða hvað ég get gert í því. Þannig bara ef þið temji ykkur, ef það eina sem þið takið frá þessu bara litakóðin, að fara að staðsetja ykkur á ólíkt á víddin eftir dögum, að þá geti það hjálpað ykkur. En við viljum alltaf hugsa, við ætlum að rækta græna svæðið, bara að reyna að velja athafnir í okkar lífi sem ræktar græna svæðið, bara hafa það í huga, það svona grunnurinn, en þannig að þetta litur hjálpar okkur þannig, en síðan það líka þessi meðvitund að gula svæði, jú, það hluti af daglega lífinu og líka appelsínugula svæði, en ef við erum komin á appelsínugult stöðugt og það endalaust við dag eftir dag að taka eftir að við erum appelsínugulu, þá eiga bjallurnar að fara að klingja mjög hátt hjá okkur. Og jafnvel ef við erum komin á þann stað að við erum hægt að taka eftir því að við erum á appelsínugula svæðinu, þá frábært ef einhver samstarfsaðili eða jafningi að nippa í okkur eða hjálpa okkur. En síðan ef við erum komin á rauða, þá vitum við að þá þurfum við ytri aðstoð. Þá ekki lengur okkar eigin bjargráð eða umhverfisins að duga, heldur þurfum við yfirleitt þá erum við komin með alvarleg meiðsli sem kalla og inngrip. En þessi T7 eru flokkuð niður í ákveðna fasa. Það fyrstu 2 sem eru alltaf samfellt í öllu módelum, við erum alltaf að hugsa þau og það annars vegar þetta að taka stöðuna, bara hvað í gangi. Við erum alltaf að taka eftir, opna augun fyrir því, við erum að hlusta og fylgjast með.
og síðan erum við að leita eftir þessum eru möguleg streitumeiðsli til staðar, þarf ég að tengja við úrræði. Skilja, því það alltaf þetta, þið hugsið trías sem á sér stað, sjúkraflutningamenn og björgunarsveitamenn og þetta fólk sem að koma inn í bráðar aðstæður alltaf þetta bara fylgja með að taka, við gerum þetta í hjartanóði, ef einhver fellur niður, þá erum við að byrja fyrst að taka stöðuna, hvað eitthvað viðbragð, hvað í gangi. Þetta byggt á sama grunnkonseptinu. Taka stöðuna, þarf að tryggja og tengja við úrræði. Það sem þarf að gera strax? Skiljið, eða þetta eitthvað sem við getum gert hér og nú, bara saman, tekið fyrstu skrefin. Síðan það 2 grunnaðgerðir sem eru næstar í fasanum og það þetta að tryggja skjól eða öryggi og tempra, róa. Það að segja, við finnum öryggt skjól fyrir viðkomandi eins fljótt og þarf hann að fá pásu úr aðstæðanum, fá andrými. Ég man alltaf eftir því ég var að vinna áður en ég flutti heim, ég var í doktorsnámi í Bandaríkjunum, var að vinna rosalega mikið með þolendum bílslysa, alls konar hræðileg bílslys. Og ég man eftir því, ég var búin að vera að vinna, ég var alveg í 6 ár í náminu meistara og doktorsnámi og á einhver svona miðbygg í þessu var ég búin að, við vorum alltaf að gera greiningaviðtöl og hitta nýtt fólk og það var svona meðaltal 2-3 viðtöl á viku sem ég tók, ítarlega intensive viðtöl, allt það gory details voru teknar með inn og ég man eftir mómenti, ég man ekki nákvæmlega, ég var svona cirka á 3. ári, ég fekk algjört ógeð. Allt í einu fekk ég bara upp í kok. En ég var svo lánsöm, bæði ég tók eftir því og ég var líka með góðan styðjandi yfirmann sem pikkaði upp á að þegar ég sagði, heyrðu, ég þarf að fá smá pásu. Ég get bara aðeins, ég var bara, ef ég heyri eina lýsingu þá bara æli ég. Ég var komið þangað. En 2 vikur í pásu dugðu mér. Ef ég hefði ekki brugðist við þarna, þá skal ég lofa ykkur að það hefði umbreytt hvað ég væri að gera í dag. Skiljiði, það alveg þannig, skiljiði, maður fær bara upp í kok og fer í eitthvað allt annað. Þannig að, að hlusta og skilja og átta sig á, ég þarf að finna róna, ég þarf að finna öruggt skjól, ég þarf að finna öryggi mitt aftur. Að því muniði á fyrstu kassaglærunni þetta með að áföll annarra ógna öryggi okkar líka ef við erum ekki meðvituð og vinnum með það. En síðan það framhaldsaðgerðir sem koma þá í framhaldi af þessum grunnaðgerðum og það eru þessi að mynda tengsl, að efla þætti sem styrkja trúaðin getu, ég get tekist á við aðstæðnar og þetta traustina og vonina, ég treysti því að það sé hægt að komast í gegnum þetta. Og þannig erum við komin í, við finnum endurheimtum sjálfstraustuð og vonina að takast á við hlutina. Og þetta svona þetta grunnmódel sem að mínu mati, þið sjáu ég setti ensku heitin þetta líka, þannig að ef þið hafið skoðan á þýðingu og góð í því, þá viljum við alltaf heyra endurgjöf á það líka, svona umfram bara að kynnast þessu. En bara með því að vera með þennan hring fyrir fram að sig og rifja upp, reglulega getur hjálpað. Og muna litakóðan, það þarf nefnilega ekki flókið. Og það mikil áhersla á það, en það samt lögð áhersla á samskiptafærni, við þurfum að temja okkur líka hvernig við tölum við fólk, því að ef einhver í uppnámi líður illa og segir, og við sjáum það, og allir kannski sjá það í umhverfinu, en viðkomandi bara með hendina, láttu mig í friði, ég vil ekki láta trufla mig, og þá skiptir gríðarlega miklu máli hvernig við nálgumst viðkomandi. Þannig að það líka talað þetta, hvernig tökum við stöðuna, hvernig samskiptafærni gott að hafa í huga. Og þá það hann Óskar sem við ákveðum bara að halda inni, Óskarsamskipti, og það þetta, opna auguna, því að flestir tekja það, þótt að sé nú frá Ameríkunni, opna augun, taka eftir hegðun og mynstrum, segja frá því sem sést, lýsa staðreyndum, fókusar á hegðunina, ekki persónugera vandan, heldur átt okkur á hvað við sjáum, hvað í gangi og nota það. Ég sé að þú ert að gespa mikið núna, hvað segirðu, hvernig líður þér? Maður getur tekið bara svona mjúkt út frá atferlinu, koma áhyggjum á framfæri, hvað það sem ég hef áhyggjur af?
vekja máls á því á umhyggjusaman hátt, ekki gagnrýnan hátt, og spyrja og reyna að skilja, átta okkur á bara hvað í gangi og síðan bjóða ráð eða viðbrögð eða stuðning við að átta sig á bara hvað við getum gert. Viltu fá aðstoð við, ef að hjálpast að finna hvað þarftu? Og þarna eins og ég, þarna í Buffalo, þar sem ég bjó og var í námi, að þar var það að bara orða upp átt hvað ég þurfti. Ég þurfti bara smá breyk. Og svo fekk ég það og þá gat ég haldið áfram. Ekki málið. Þannig að þetta snýst ekki að við, og það er oft þetta með okkur hjálparana, að við erum svo upptekin af því að við eigum alltaf að vera bara aðilarnir sem erum að veita og það þykja reynist okkur mörgum mjög erfitt. Og ég er alveg ein af þeim, ég er búin að þurfa að þjálfa mig í því að þykja. Og ég er manneskja í þjálfun. Það kemur að því. Það er bara þannig. Og já, og þannig að þegar við hugsum hvernig streituhjálp, skyndihjálpin nýtist okkur, að þá það þetta að rækta grænasvæðið. Þegar við að taka eftir og taka þátt í gulasvæðinu, þar við tökum eftir að gulasvæði, við erum á gulasvæðinu sjálf eða fólki í kringum okkur, að þá erum við byrju hvaða óþarfa streitu valdar í lífi mínu, hvar get ég skorið niður, hvað get ég sett á pásu, hvernig get ég forgangsraða, hvernig get ég dregið úr streitunni í vinnuumhverfinu, eða get ég fengið aðstoð frá einhverjum öðrum til þess að grípa inn í og bregðast við, vera í lausnaleitinni, samvinnu, eða ef við erum komin á appelsínugula eða rauðasvæðið, þá þurfum við að skoða meiðslin okkar. Hvar er ég með og hvað þarf ég til þess að sári mitt grói? Það meiðslin. Er það bara nóg að fá hvíld í smá tíma eða þarf ég eitthvað stærra, þarf ég ytra úrræði og að sjá styrkin og hugrekkið og kraftin í því að þykja þá hjálp og fá þá aðstoð við að finna nema þarf á því að halda. Það er bara æðislegt. En þetta þarf að vera þetta prógram getur við svo sannarlega nýtt bara hver fyrir sig, en það verður í raun að vera margfalt öflugra þegar við erum að vinna það saman. Þannig það. Og ég setti hérna inn, ég ætla ekki að fara í þessa glæru, hún er rosalega mikið á henni, en ég setti hann hérna inn fyrir ykkur bara að hafa þess að skoða hvernig þetta gæti litið út frá, og ég ætla bara að taka dæmi gula dálkinn, bara þess að sýna ykkur, hvað ég að gera ef ég á gulu, ef ég sé ég á gulu. Og þetta bara dæmi, muniði, þetta einstaklingsmiða, hver og einn getur sett inn í þetta sem hann vill. Ef ég á gula svæðinu, þá þarf ég, hvernig lítur skjól út fyrir mig? Þarf ég að hægja aðeins á? Get ég forgangsraðað? Eitthvað við venjurnar mínar sem ég komin í eitthvað bull með, eins og ég farin að vaka of lengi og vakna og snemma því ég að reyna að lengja dagina því ég kemst ekki yfir allt. Fyrir mig það eitt af því sem ég hef lært aðalatriði að missa ekki svefn. Og það það sem ég geri að því að stundum þarf ég að leggja daginn. En ef ég geri það meir en 2 nætur í röð, þá ég farin að skaða mig. Þá ég að búa til meiðsli. Þannig ég þarf að passa þetta. Þetta bara svona dæmi frá mér. Setja sér mörk, og ég stundum svolítið ég svolítið gráðug stundum. Ég svo merkilega skemmtilegu verkefni og gaman í vinnunni, að ég hef þá tilhneigingu að ætla mér aðeins svo mikið en 24 klukkustundir í sólarhringnum duga. Þannig þetta bara veikleiki á mér sem ég þarf alltaf að vera að pæla í, og ég dett svona í svinga inn og út úr þessu alveg eins og ég veit ekki, eins og pendúll. Þannig að þetta eitthvað sem ég þarf alltaf að vera og sína mér mildi. Þegar ég gríp mig að ég er komin út fyrir mörkin mín, þá þarf ég að fara tilbaka og segja, Berglind, enn einu sinni, allt í lagi og vera góð við mig. Ekki dæma og vera bara góð. Þannig ég að taka með pásur, hægja á. Eitt af því sem ég geri ef ég er stressuð, þá fyrir ég að labba ógeðslega hratt. Ég að fara ná mér í vatn og ég hef alveg tíma til þess að labba venjulega, en ég alveg bara á, alveg bara þetta fyndið að fylgjast með mér. Og en líka bara gera, bara sittast niður, einbeiti mér að því, nú ætla ég bara að anda djúpt 3 sinnum. Ég að fara á fund númer 7 í dag, ég ætla bara að anda djúpt, sittast niður og aðeins bara taka moment. Drekka teið mitt rólega, ekki sötra það hratt. Eitthvað bara sem hendar hverjum að einum við þetta. En síðan það líka þetta, ef það brjálega að gera og mikið streita, mikið af verkefnum, þá svo auðvelt að festast inn í bara eigin heimi og ætla að taka ekki tíma til þess að fá sér til dæmis hádegismat með samstarfsfólkinu. Heldur bara rúlla í gegnum allt á rosa og ekki við í tengingu við fólkið mitt.
sem að eru mínir nánustu samstarfsaðilar. Og þetta er bara eitthvað sem að er mjög auðvelt að detta í, og ég sá á COVID-tímum þá fóru margir í kringum mig, þá var ég tók, eins og ég segi, 10 ára hliðarspor í stjórnun og var yfirsálfræðingur á Landspítalanum hérna í 10 ár, meðal annars í COVID, og það fór allt á stera. Get svarið að það fór eins og allir væru á sterum. Það var bara hraðinn og mikið og magnið átt að tróða endalaust inn í dagskrána, og það var bara þetta, að fólk misti svolítið tengingarnar, maður þurfti svolítið að byrja aftur að tengjast eða hægði á. Og það er ekki gott, við þurfum að vera með fólkinu og tengjast og deila reynslun okkar, af því annars lokust við inni með upplifun okkar í vinnu með áföll. Já, og síðan það þetta trú og byggja upp sjálfstraustið. Byggjum upp sjálfstraustið best með því að gera hluti sem eru erfiðir, ná árangri, byggja upp þol, byggja upp úthald og vera meðvituð það. Skilur, ef við erum alltaf að gera erfiða hluti og við stöldrum aldrei við og meltum og metum og hvað gekk vel og hvað ekki, þú veist, við erum að byggja upp seglu, alveg svo ef við værum í ræktinni, færum og ætlum að lyfta lóðum, þá myndum við ekki strax bara fara frá því að geta lyft 3-4 kílóum upp í 20. Við myndum byggja hægt og rólega, og það yrðu einhverja haspurur, þetta inn á milli, en kannski myndum við hoppa of hratt og taka of þunglóð og þurfa að fara aðeins tilbaka. Það þetta byggja upp þol og úthald og styrk sem skiptir máli, sem gerir það verkum að við finnum öryggið og sjálfstraustið í vinnunni. Þannig að þegar eins og þið á Austurlandi voru að deila með okkur, þetta voru röð atburða, ef maður staldrar, og það gafst ekki tími, og tímabili gafst ekki tími til þess að spegla, en það aldrei of seint að fara, hver var lærdómurinn, hvað það sem við ætlum að taka með okkur, hvað var það sem ég vil skilja eftir, hvernig getum við sett inn hluti sem að styðja við okkur og passa upp á okkur. Að við sáum það að til dæmis á Suðurlandi frá svona 2000, 2008, 10, 11, það var rosalegt álag á því svæði á þeim tíma, og þetta var allt sama fólkin sem var í öllu, og undir lokin var náttúrulega komið mikil þreyta. Og þá var ekki eins áberandi þessi viðurkenning að mikilvægi þess að huga að eigin helsu, og margir sem þurftu bara að taka pásu frá. Þannig að við þurfum svolítið að vera meðvituð þetta. En síðan það þetta traust og von að byggja upp sjálfstraustið í þessari vinnu skiptir máli, og þar kom oft þetta rækta gildin sín, rækta það sem skiptir mann máli. Hjá sumum það trúin, tengingin við fólkið eða náttúruna, svona spiritual nánd getur oft skipt þetta máli, eða bara hver tilgangurinn með þessu öllu, að setja hlutin í samhengi, eins og ég nefndi áðan, hættan, ég að upplifa öll þessi áföll, en rauntengja okkur íbyttu, ég í hættu núna að finna öryggið, þannig að þetta hangir svolítið allt saman. Já, þannig að þetta bara svona dæmi gula hvað við erum að huga að, og ég ætla að senda ykkur handbókin, hún á ensku, og mér finnst besta útgáfan skrifuð fyrir heilbrigðisstarfsmenn. Ég ætla að sjá hvort ég finni ólíkar útgáfur af, þetta verður útfært fyrir svo ógeðslega marga, þetta efni. Ég ætla að sjá hvort ég finni sem bara svona meira viðbragðsaðila fókuserað, en ég ætla samt að senda ykkur þessa bók, ég sendi ykkur svo bara meira þegar það kemur. En það sem svo gott við þessa handbók að hún lýsir ítarlega hverju stigi fyrir sig, hverjum færni þætti fyrir sig, og gefur ykkur hugmyndur hvernig þið getið nýtt hana. Að því munið, þetta einstaklingsmiðað, það meira prinsipin sem skiptir máli að taka með sér heldur en nákvæmlega hvað hver gerir til þess að finna ró eða sjálfstraust. Þannig að þetta svo einstaklingsmiðað. Það munið, það að vera meðvitaður og að bregðast við sem aðalmálið, ekki nákvæmlega hvernig þið nýtið það. Og já, þá það síðasta glæran, bara spurningar. Erum við með spurningar? Eða eitthvað sem þið myndu vilja spyrja út í? Eða bara spekla, gjör svo vel. Kannski misti af því, en þið búin að vera með þetta í gangi eða þið innið þetta? Við erum að innið þetta. Já. Þú veist, það byrjar í haust. Það byrjar í haust? Já. Þannig að við erum ekki, en ég búin að þekka þetta efni og við nokkur erum búin að þekka þetta í svolítinn tíma. Þannig að við fengum sérfræðing til okkar fyrir ári síðan
Hún hélt námskeið fyrir sálfræðinga sem að þjónusta spítalan, vefræðinardildi segjum við gjarnan, sem eru allar einingar utan geðþjónustunar sem eru að vinna mikið með fólki sem eru að verða fyrir alls konar áföllum, ýmist tengt sjúkdómum eða slysum eða bara allt milli himins og jarðar. Og hún kom hún heitir Patricia Watson og hún var vorum að vinna með annars vegar sálræna skyndihjálp fyrir bara þjónustu þega sem eru hjá okkur, bæði bráðafasan og þegar lengra er liðið, það heitir Skills for Psychological Recovery og Psychological First Aid og Skills for Psychological Recovery, það er þetta tvennt sem við erum að þjónusta og svo þetta mótil. Og það var bara dagsnámskeið sem við fórum á og síðan var það niðurstaða framkvæmdastjóra geðþjónustunnar og yfirsálfræðings núverandi að innleiða þetta sem jafningjastuðning fyrir alla geðþjónustuna. Og sú vegferð hefst í haust, og ég segi hefst af því að svona innleiðing tekur mörg ár. Og ég alltaf eins og vön að vera marga hatta og í mörgum hlutverkum að ég hugsa alltaf, ok, hverjum öðrum nýtist þessi vinna? Þannig ég að þjófstarta. Og bara svona, þetta náttúrulega bara svona kynning, af því að þegar Elva og Marja höfðu sambandi við mig þá datt mér strax þetta efni í hug. Mér fannst að eiga erindi við þennan hóp. Gjörðu svo vel. Og viðbragðsaðilar mikið að vinna með viðvörun og félagastuðning. Er þetta þá bara ábót eða kemur í staðinn eða? Sko, ég þekki ekki nákvæmlega en mig grunar að þetta sé sambærilegt. Kannski er það sett fram á annan hátt, en þetta er einmitt það sem að viðbragðsaðilar, ég meina, þetta er alltaf spurning, það er mörg mótil í gangi, þannig ég veit ekki nákvæmlega, en það er pottþétt skör á milli. Þannig að það er bara spurning hversu líkt eða hversu eins það er, kæmi mér rosalega óvart ef það væri mikla mótsagnir. Þú veist, þetta væri eitthvað allt annað. En ég þekki ekki alveg nákvæmlega hvað mótil þeir vinna, en hugmyndafræðin er sama, þetta að vera með jafningastöðning. Algjörlega, gjörðu svo vel. Þetta aðeins að því þú tala um að 2008 hefði verið svo fyrst ekki í sér af skipulagðri. Já, fyrsta pröfukeislan. Það var náttúrulega búið að vera mörg ár undirbúningur og vinna, voru stóri fundir haldnir, þar sem allt reynsla úr snjóflóðunum var nýtt og úr annarri áfallareynslu. Þannig að þetta var margra ára ferli. Það komur nefnilega að við skemmt, væri krakkana búa til grunnskóla Súðavíkur í Húsmálsskólanum á Ísafirði. Einmitt. Og það kom fólk, það kom 3 aðilar frá Landspítalanum, það var Sigga Bragi, sjúkrahúsprestur og 2 Margrét, sálfræðingar. Já. Og mér svolítið minnistætt hvað fólk talaði reynsluna sem að Sigga Bragi virtist hafa í að dvelja í nándinni með fólki. Það að segja, þetta samtal og það að hlusta og að leyfa fólki að tala og tjá sig, það virtist hafa, hann var kannski sá sem var þá með mestu reynsluna, skilurðu. En það er mjög flottar, skilurðu, en ég ætla bara að segja að það að dvelja í þessu með fólki, ég veit það var sörgulega góða. Já, og það er náttúrulega það sem sálgæslan er, bara algjörlega mögnuð í, hún kennir þetta svo vel og þetta er svona ólíkir pólar sem mætast þarna, en mér finnst sjálfri gott að minna mig á, við vissum ekki hvað við vissum ekki þá. Þannig að þegar síðan var verið að tala við alls konar fólk, þetta er margra ára ferli, ég kem inn í þetta 2007 cirka, þarna fyrst, þegar verið að undirbúa og kem inn með nýja þekkingu, en gamla þekkingin, reynsluþekkingin var nýtt alveg fram í ystu æsar og það voru haldnir landssamráðsfundir þar sem var fólk, ekkert ósvipað á þetta, sem fólk með reynslu af alls konar áföllum kom saman og var að deila og það varð grunnurinn, en síðan þarna er þetta þróast og verða vísir að þessu samkomulagi. Já, er ekki komin bara takk fyrir þessar spurningar, þá ætlum við að skipta aðeins ekki gír, við ætlum að fara á borðin, að biðja ykkur að ræða saman. Það er spurning hvort að það sé, þeir sem eru bara 2 á borð, hvort þið saminið þessi 2 borð hérna og þeir sem eru einir, þannig að það séu svona 4, 5, 6 á borðum
Við tökum svona 20 mínútur og svona 4 mínútur þar Já, og við erum komin með í dvelið hilgar. já.